Hafsteini, óbreyttur hópur frá síðasta verkefni, 2 svona öðruvísi leikir sem við erum að fara í, hvernig bara leggst verkefnið? Bara tilhlökkun, bara spennandi, skemmtilegt og við mætum bara með jákvæðni og eftir 2 jákvæða leiki síðast, þannig að við þurfum bara að bæta aðeins í og gera vel og þá fáum við góð úrslit. Við mætum Úkraínu í fyrri leiknum, það svona meiri einbeiting á hann kannski fyrst það svona nokkurn veginn úrslitaleikur? Já, auðvitað, þú veist, maður einbeitir sér náttúrulega alltaf að fyrri leiknum fyrst og ekkert að spá endilega í seinni leikin þó að maður sé búinn að undirbúa allt fyrir hann og sem hægt að undirbúa fyrirfram. En við sem betur fyrir erfamlega Úkraínuleikur fyrri leikur, það hjálpar svona til við að við fáum fleiri daga fyrir leik heldur en seinni leik og þannig að það er bara, við bara leggjum allt í það að eiga góða leika á móti 5. júní og það er það sem við stefnum að og við gerum allt sem við getum til að uppfylla það. 1-0 sigur gegn Úkraínu í síðasta verkefni, býstu við svipuðum leik? Já, flestum tilfellum þar spilað mjög keimlíkt, þannig að þær eru transísjónlið og vilja sækja í skyndisóknum, vera svona í miðblokk, lóblokk og loka þannig og vinna boltan og gera hratt upp. En auðvitað er náttúrulega leikur þannig að það þurfa að vinna annan leik og einhverju tímapunkti býst maður við að fara í mikla hápressu og reyni að þrýsta á okkur þannig að þær fái sigur út úr þessu og þannig að það verður alveg erfitt að eiga við þær því að við þurfum að góða leik til að vinna þær. Þetta er mikið í húfi, þetta 3. sæti er svona að gefa aðeins greiðari leið í umspilið. Já, hún klárlega hjálpar, við svona losnum við ákveðna þjóðir þar og þannig að við þurfum að ná þessu sæti og það er það sem við ætlum okkur og það er það sem við bara stefnum algjörlega að. Seinni leikurinn gegn heimsmeistarunum, hvernig, það er væntanlega aðeins öðruvísi leikur? Já, þetta gerir okkur grein fyrir því að við verum innan með boltan og allt það, maður þarf að sætta sig við það andlega og allt það, undirbúa sig þannig en ekki að vera að pirra sig á því en við þurfum bara að gera vel þegar við vinnum boltan, við þurfum að verjast vel, við þurfum að þora að verjast fram á við og stíga fram á mótið þeim og ekki falla alveg bara tilbaka, við þurfum að ýta liðina aðeins upp stundum og bara svipa á við gerðum móti Englandi, við þurfum að vera bara hugrakk og við þurfum að bara þora að mæta og fara í fætingi við þar. Bara virkilega góður síðasti gluggi, kemur liðið með aukið sjálfstraust eftir þann glugga? Já, það hlýtur að vera. Ég held að leikmenn hljóta að trúa meira á verkefnið og trúa meira á sjálfa sig. Það er ýmislegt hægt ef þú hefur hugrekk til. 1 mark skorað í undankeppninni, er sóknarleikurinn eitthvað áhyggja? Nei, 1 sigur, þetta er svona bara parið það sem við byggast við. Við erum bara að spila við 2 mjög sterkar þjóður og eina þjóð sem við eigum að vinna. Við erum bara að vinna þessa þjóð sem við sjálfur sér áttum að vinna en ekki beint skyldusigur en samt sem áður er þetta þjóð sem við eigum að vinna og það er samt að eiga alvöru leik til að gera það og ef við vinnum 2 leiki sem riðli þá getum við alveg farið sátt út úr því en auðvitað sáum við það alveg á móti Englandi að auðvitað hefði viljað skora fleiri mörk. Við fengum alveg tækifæri til að skora, við fengum líka tækifæri til að skora á móti Úkraínu. Auðvitað viljum við skora fleiri mörk en 1-0 er alveg nóg til að vinna, ef þú skorar 1 mark og fara ekki að mark, þá er það alveg nóg til að vinna fólk. Leikmaður sem getur skorað mörk, Svendís, hún var valin, hver er bara svona staðan á henni? Það er bara 50-50, það verður bara tekin ákvörðun eftir viku, hvað verður með hana, en vonandi gengur þetta upp, en það er bara 50-50 í dag. Þetta eru meiðsli í yl, ekki satt? Já, þetta er meiðsli í ylinni, þannig að svolítið svona óþægilegu staður en það kemur ljósins og bara næstu dögum hvort að verður eða ekki. Bara illa fer, þarf að breyta miklu ef hún verður ekki með? Nei, við kannski tökum ekki eins mörg löng innköst en og svo náttúrulega kannski aðeins svona öðru sem nálgun varandi það ógna bak við línu en í grunninn erum við ekki að fara að breyta einhverju taktískt en þetta bara hennar gæði og hennar ógn. Þessi ógn af henni að hún náttúrulega breytist. Eftir tapið hérna gegn Englandi í síðasta glugga þá var glótis heyruð og eitthvað svona smá partí. Það var eitthvað aðeins gagnrýnt svona að halda partí eftir tapleik eða partí. Hvernig svona skilurðu þá gagnrýni? Eða hún rétt á sér? Nei. Ég skil hann ekki, það var bara, leikmenn voru bara samgleðast með henni. Þetta var ekkert annað, þetta var ekki partí, þetta tók 3 mínútur inni og búið, sko. Takk hérlega, Hafsteinn. Takk.